Utanríkisráðuneytið hefur veitt hjálparstarfi kirkjunnar tæplega 40 milljóna króna styrk til að styðja við bakið á ungu fólki í fátækrahverfum Kampala, höfuðborgar Uganda, en verkefnin til 3 ára og hefst í ársbyrjun 2017. Hvergi fátækt jafn bersýnileg og í skítugum óskipulögðum hverfum stórborg eins og hér í Kampala og samt ljótasti hluti hennar ósýnilegur, unga fólkið sem ánetjast fíkniefnum, vændi og glæpastarfsemi. Samtökin IDEL sem koma til með að hafa umsjón með verkefninu hafa rúmlega 20 ára reynslu af því að vinna með ungu fólki í fátækrahverfum Kampala. Samtökin reka verkmenntabúðir þar sem unglingarnir geta valið sér ýmiss konar svið til að öðlast nægilega hæfni til að vera gjaldgeng á vinnumarkaði eins og hárgreiðslu, matreiðslu, rafvirkjun, skapandi listir og fleira. Diana Namanye félagsráðgjafi lýsti því að ungmennin fá að gegnum samtökin starfsnemastöður sem oft leiði til atvinnutækifæra. Linda Samuel ungmennaleiðtogi segir krakkana lenda auðveldlega í misnotkun af ýmsu tagi, margir komin til höfuðborgarinnar og sveitunum með miklar væntingar en veruleikinn sé allt annar og verri. Yeah. I live at Katwe. My father died when I was young. I lived with my mom. She didn't have money, whereby we had to fast dig. We wait for a season. We get money for our school fees. Time came when she's not able to get money because we were many. But whereby we had to, for me I ended in senior 3, whereby we had to work to look for jobs so that we holders, we can help the young ones. We look for jobs. For me, I'm the elder. I had to look for jobs. I came from the village to Kampala.